Komið þið sæl og verið velkomin aftur að Rauðaborðinu. Ég heiti Oddný Eir og til minni kominn góður gestur. Það Andrés Skúlason, verkefnastjóri Landverndar. Þú ert nú líka með ýmsa aðra titla og marga fyrrverandi titla. Og ég eiginlega kallaði í þig svona vegna þinnar reynslu af sveitastjórnarmálum. Þinnar eiginlega svona yfirsýnar. Þannig að mér langaði svona til þess að vita hvort við getum rætt orku og auðlindamál og svona byggðastefnumál og eiginlega svona framtíðarsýn fyrir Ísland og landsbyggðina. Þetta ekkert litlar spurningar og að því að stundum finnst manni eins og það sé tekið í sitt hvoru lagi sko og sem það þarf auðvitað til þess að fókusera á hvern þátt fyrir sig en það var náttúrulega eftir í tekið þegar þú varst oddviti í Djúpavogshreppi að þá var svona Varðsá hreppur frekar eftirsóttur. Þar var stefna svona eiginlega, var það ekki hálfgerð opinber stefna svona hæglætis ekki meinlætislíf en Sittasló innleggingin sem við innleiddum þar og svo unnum við að mjög metnaðfullu aðalskipulagi þar sem við skrifum raunverulega þessa stefnu inn sem varðaði sérstaklega umhverfis og náttúruvernd. Við vildum byggja upp á fjölbreyttu atvinnulífi, lítil og meðalstór fyrirtæki. Vorum ekki að sækjast eftir verksmiðjulausnum, stórum vinnustöðum þar sem að helmingurinn af þorpinu myndi vinna, heldur vildi við fjölbreytnina og hver á einn einstaklingur sem hafði hugaði að gera eitthvað annað gæti fengið að blómstra. Það svona, og það reyndist afar vel. Við fengum til okkar mikið af ungu fólki sem kom bara gaggjart vegna þeirra stefnum sem við rákum sko. Þannig að ég til að það hafi sannað sig að því að við á sama tíma og við vorum að vinna í að þessari stefnu þá verður sveitarfélagið fyrir margvíslegum áföllum. Uppsjávarvinnslun lokað á staðnum og gríðarlega tekjutapur í sveitarfélagið og atvinnumissi fyrir marga og þetta var mikið áfall. Svo líða 6 ár þá það nú lengri tími, 2013-14 þá fer nánast allur bolfiskvótinn í burtu 90% af honum. Og það var annað kjafsök en fyrir það að við vorum búin að byggja grunn að fjölbreyttu atvinnulífi segi ég, þá tókst okkur að komast í gegnum þessa skafla þó þeir væru vissilega svakalega miklar áskoranir og íbúarnir stóðu bara saman og að snúa vörn í sókn sko. En þetta ekki erfitt að vinna svona starf, mikið raunverulega grundvallar svona uppbygging sem á sér stað þarna í einum hreppi sko hefði ekki verið jákvætt ef að þetta hefði verið líka í hreppunum í kring þess að á stærra svæði þá hefði svona kannski alveg sannarlega og enda sjáum við núna þau byggðarlög sem að fóru eiginlega of neðarlega sko, þau að reyna að rétta sig við akkurat á þessum með þessa atvinnustefnu að byggja upp eitthvað svona margt lítið og gott sko eða og þú varst nú að benda á það í greinaskrifum öðru til dæmis svona vítilli varnaðar þetta fóru þessi samfélag mörg þarna í kring fyrir austan svolítið illa á til dæmis á stóriðju ævintýrunum, má ekki segja það? Já, við getum sagt að sókrafturinn hafi orðið svo mikill að því að pólitíkin var bara þannig þá að pólitíkur svona leið þá sem að voru okkar kjördæmi og bara almennt eins og stjórnarfari var að þeir töldu sig hafa leyst öll atvinnumál á einu bretti með alvörun á Reyðarfirði. Það var alveg stór undarlegt að hlusta á þá umræðu. En sókrafturinn var gríðarlega mikill á meðan á uppbyggingunni stóð sérstaklega þessi ár. Og það reyndi auðvitað gífurlega mikið á okkur í jaðarbyggðunum að standa í lappirnar og við ákváðum bara markvisst að fara akkurat þveru öfuga leið og reyna að byggja á fjölbreytninni og stíða til dæmis við listir og menningu sem var við sáum bara að var að virka. Á þessum tíma er ferðaþjónustan byrjuð að koma inn og það var svo merkilegt sko að
þegar að ferðaþjónusta var tiltekið sem atvinnugrein í umræðinu þegar Kárahnjúkavirkjun gekk á sem mest þar, þá var það því var líkt við að fara að tína fjallagrös, að fara að treysta á ferðaþjónustu. Svo líða bara nokkur ár og þá kemur bara ljós að þegar upp í staðið, þá er ferðaþjónustan farin að skila meira sem meira heldur sjávarútvegurinn á tímabili. Þannig að þetta var nú fljótt að breytast og fyrir utan það sem að ferðaþjónustan gerði og við ákváðum að veðja alltaf á hana, hún er ekkit óumdeild en við ákváðum að veðja á hana vegna þess að hún skapaði í leiðinni grundvöll fyrir margvíslega þjónustu innan byggðarlagsins, verslun, hótel, name it, fyrir fólk sem var bara í handverki, sem var í listum og menningu, nefndu það bara. Þannig að ferðaþjónustan studdi svo vel við þessa fjölbreytni og þetta bara virkaði og stundu tók maður umræðu við fólk sem að það var ekki allir sem fögnuðu ferðamanninum og jafnvel bölvöðunum og ég sagði stundu við íbúana, nú skulle ég átta okkur á því að við viljum öll hafa góða þjónustu í nærumhverfinu. Við viljum hafa kaupfélagið okkar góða, við viljum hafa hótelið, við viljum hafa þetta og hitt. Ég held að það hafi verið konið 4 eða 5 barir bara þarna á svo litla stað. Og ég sagði við viljum hafa sundlu og allt þetta. Ekkert af þessu hefði verið til staðar nema fyrir það að ágóðun af sumrinu sem að jókst náttúrulega mjög með tilkomu túristana, þeir héldu uppi þjónustustiginu fyrir okkur og þá gátu þessi fyrirtæki borgað nýtt hagnaðinn af sumrunum til að borga tapi á veturinn og hjálpaði að reka þá á ársgrundvelli mjög mikið og eftir þetta verð til dæmis hótelið, það þótti þá mjög sérstakt að mér voru að reka ferðaþjónustu allt árið kring en til dæmis hótelið á Djúpavogi er hótel Framtíð alveg til fyrirmyndar því þeir hafa verið með heilsársrekstur og opið. En ég bara segja þarna fer þetta frá því að segja við okkur sem vorum ekki beinlínis ánægðir með þessa ákvörðun Kárahnjúkavirkjun sem átti að redda bara öllu atvinnulífi svo til sem fólkið að þarna erum við og þetta er talið, þetta eru fjallagrösin okkar sem algjörlega bjargar byggðinni. Það er seinni tíma skýring að fiskeldið hafi raunverulega bjarga byggðinni. Það var fiskeldi í firðinum byrjað þegar ég er þarna. Ég hætti 2018-19. En svo tekur það mikið stökk eftir að ég fer og ég er ekki að segja það sé út af mér en áherslu breytast og menn og ég er ekki að gera lítið úr því að þetta veitir atvinnu. Aftur á móti hefur það komið í ljós að flestir forsvarsmenn sveitarfélaga sem að hafa fiskeldi innan sinnar svæða, þeir kvarta mjög sáran yfir því að fá ekki meiri tekjur af fiskeldinu. Og þetta leiðir enn og aftur að því hvað við erum eitthvað ginnkeypt, þessi þjóð, blessaða þjóð, að það kom einhverjir svona greifar sem að slá sig og allt einu stöndu við fram fyrir því að það er búið að afsala öllum fjörðunum okkar einhverjum 100.000 tonnum fyrir ekki neitt og með fullir virðingu. Þetta eru norsk eldisfyrirtæki og það er talað þá eins og maður fann svona kjánarhald þegar við erum að tala frumkvöðla í fiskeldi á Íslandi. Þetta eru fyrirtæki, norsk fyrirtæki með 50 ára reynslu og svo mikið af peningum að þetta eru svona meðalríkustu manna í Noregi sem að standa að sumum þessum fiskeldum. En með þessu er ég ekki að gera lítið og ég skil mörg eins og sveitafélag eins og fyrir vestan þegar að pólitíkusar koma og segja bara, heyrðu, hérna komum við með bara eitt stort projekt og hvað á fólki að segja, það er ekkert boðið upp á annað og þá komum við að þessi blessu byggðastefna, hún er einfallega ekki til. Það stendur ekki stafkrókur eða
nokkuð, þetta bara hendistefna hverju sinni. Það engin línuleg byggðastefna til og það sem að sakna rosalega mikið á seinni árum og sem ég vonaði að hefði verið til þegar ég var alast upp en því var nú ekki að deila en eins mikið og frambóð af allavega í dag, alls konar. Að það skulle ekki hafa verið lögð meiri áhersla á að efla háskólanám og slíka nærþjónustu út landið sem að svo aftur við sjáum hvernig þetta hefur virkað á Akureyri hvað það hleypti strax lífi í allt á Akureyri og nú Akureyri bara í góðri uppseflu. Hvar ólstu upp maður spyrja? Hvar ólstu upp? Já. Á Borgarfirði Eystri. Já. Fallegastast á Íslandi. Svo Djúpivogur svona vestalveg næsta við. Næst fallegasti staðurinn. Já, ég verð náttúrulega að hafa til stöðana sko og það sem ég dvel gjarnan á sumrin. En þetta svona þannig að þú þekki landsbyggðina bæði sem barn, unglingur og sem úr þessu sveita stjórnarstarfi og við hvað etja. Já. Og núna náttúrulega nýtt ár og það við með nýja ríkisstjórn og það heilmikil áform. Það náttúrulega þessi fiskeldis áform, síðan sjókvíeldin og síðan það sem sagt vindmyllurnar, sko fyrst við vera að læra sem þjóð af reynslunni, til dæmis sko af reynslu sem sagt sveitafélagina, því núna til þess að þú ert að segja, Austfirðir margir vilja náttúrulega ekki viðurkenna að Kárahnjúkavirkjun hafi eitthvað verið slæmu kostur sko, það hefur aldrei átt sér stað neitt svona uppgjör eða svoleiðis, en margir íbúar eða kannski þeir sem hafa allavega reynsluna af því, það allavega ekki hægt að segja að það hafi aukið við fjölbreytni og hafi leyst einhvern vanda í eitt skipti fyrir öll. Nei, sumir segja sko það verður til fullt af sérfræðistörfum og annað en aftur á móti ef við lítum á fórnina sem að var og menn telja störfin þá myndi ég ekki telja þau mikils virði sko vegna þess að fórnin var svo gífurleg sem þarna átt sér stað sko. Þú lýstir nú í einhverju grein var það ekki að þetta væri svona hefði bara búið til samfélög sem kannski væri ekkit endilega eftirsóknarverð samfélög og þetta voru ekki vinsælar þetta voru ekki vinsæl skrif hjá þér má segja. Nei, þau voru beinlínis ekki vinsæl og það lá við að ég settur í fjölmiðlaball fyrir að láta út mér að ég hefði ekki áhugað að búa til sveppaði samfélag úr því sveitafélagi sem að ég var þar í forsvari fyrir mjög lengi. En þetta kemur bara til að því að ef við ætlum að byggja upp á fjölbreytni og sem við viljum, viðhalda menningu og annað, þá hefur það bara komið í ljós að þau sveitafélög og þeir sem að reka þá pólitík að byggja á verksmiðjulausnum. Það sem að kannski helmingurinn af bæjarfélaginu eða stór hluta bæjarfélagunum þessu litlu mörgum svo á dagi bara. Þetta fólk verður félagslega óvirt og þetta hefur áhrif á samfélagin og ég sé alveg svona ákveðin menningarstruktúr hvernig hann hefur fallið á þeim svæðum þegar að svona stóra atvinnufyrirtæki koma inn og raunverulega hertaka sko þennan markað eða íbúana eða hvað sem ég á að segja það en hérna þetta gerir það verkum að þetta verður alltaf svona einhæft allt saman og menningarlega séð þá verður þetta voðalega svona oft dapurt yfir að líta sko. Það er svolítið eins og við höfum pantað þetta soundtrack því það kannski hlustendur heyra að það verið að bora hérna í næsta húsi og þannig að það er svo mjög mikið svona versmiðju hljóð þannig að talandum sko Djúpavogs hrepp þar sem að þetta hæglætislifnaðurinn og næjusemin og samfélagsvirkrin og svoleiðis þetta hljóð er svona ekki beint í svolítið andstöð við það. Já, ég meina þetta til dæmis bauð upp á það að fólk fór til dæmis til sveita í dreifbýlinu þar sem var hérna að því að bændur hafa það nú ekki of gott eins og við heyrt fréttum að þetta bauð til dæmis upp á það að hafa umtalsett mikið af bændum og fólki sem líka keyptu bara jarðir til þess að fara að stunda svona sjálfbæra ræktun og framleiðslu sem að hérna
sem komu svo og kynntu vöru sína, svo var haldið svona sittlast og dagur, hvað hafði sveitafélagið upp á að bjóða og íbúarnir og þá kom bara í ljós að þetta var alveg þörf fyrir þetta, það vantaði bara að skapa svona einhvern grunn og einhverja stefnu að styðja við þennan hluta. En fyrir þá sem ekki hafa séð, það var nú gerð bíómynd var ekki eða heimildamynd sá ég bara var það Já, það hefur verið gerðað nokkrar fréttir allavega og jú, svona minni þættir þetta sko. En getur þú sagt hlustendum sko frá því hvað er þetta ítöl, hvað orð er þetta? Já, þetta er upprunnur á Ítalíu og það raunverulega byrjar svona í grófustu myndinni sko að þetta verður til í Róm, minni mig og þar vildi menn halda í sko staðarandan og ég held að hafi bara þurft eitt stórt svona McDonald's skilti inn í einhvern gamlan menningarsögulegan bæ sem að gera það verkum að fólk sagði bara þetta bara passar ekki til inn, akkur erum við ekki við sjálf og það er alltaf mikið þetta sem að gleymist ofta að við erum alltaf að sækja hlutina yfir lækin sem eru kannski bara við tætnar á okkur og þá kemur inn þessi menning og skapandi hugsun og allt þetta sem og ég get náttúrulega ekki látið hjá líða að við fengum inn í sveitafélagið okkar stóra listamenn og erum með listamenn þar enn þetta í dag, mann eins og Þór Vigfússon sem er mjög þekktur og hefur gert stórkostlega hluti og svo bætist ofan á Sigurður Guðmundsson sem hann er ekkert lítið nafn og við stóðum fyrir stóri listahátíð á hverju ári sem heitir Rúllandi snjóbolti og gengur enn, hann rúllar enn og sem hefur tilneigu til þess að stækka, til þess að rúlla lengra. Og með alþjóðatengsl. Alþjóðatengsl, með 30 erlenda listamenn, allstaðar og skapa alveg frábæra, sko jákvæð ímynd. Það er annað sem að skiptir sveitafélagið svo miklu máli. Að það er að skapa þessa ímynd sem að verður til þess að ekki síst yngra fólk laðast að slíkum stöðum og þá þarf fjölbreytnin sko að vera til staðar og þessi grunnþjónusta sem að þarf að byggja upp sko. Og það er eitthvað annað til með ímynd og stolt, það er að íbúarnir séu stoltir af því sem að samfélagið hefur upp á að bjóða, það er ekki sko þjóðremba endilega, finnst þér það? Það er þetta stolt sem við erum að hugsa sem jákvætt sko. Algjörlega vinna með sko, ég meina ef við ætlum að kasta sögunni til hliðar, ég meina það sem að til með ferðamennum þykir mjög áhugavert er að koma inn í, því að við vorum að vinna mjög mikið, ég er áhugamaður um menningararfin og eldri hús og byggingar og allt þetta og þannig kemur í ljós að Djúpavogshrepur á sér hvað lengsta verslunarsögu á Íslandi, þannig að við vorum að vinna mjög mikið með uppgerð á eldri húsum og þegar upp var staðið þá voru þá höfðu þessu gömlu hús svona mikið aðdráttarafl og svo er þeim bara fundin í hlutverk. Þetta heitir ekki að hverfa aftur til fortíðar, þetta heitir bara að leggja saman fortíð og framtíð og að því að fólk og ferðamenn sem komin í bæ sem að virðist hafa bara byggst upp í gær, hann vekur raunverulega forvitni. En finnst þér svona nýsköpun sem að til dæmis þið og margir út land eru að berjast við í háskólasetrum, í menningarstofnunum, söfnum, finnst þér slík nýsköpun svona samfélagsleg nýsköpun og oft menningarleg og tæknileg, finnst þér hún fá svona nógu mikinn svona meðbyr? Nei, bara hreint ekki og það er til mikils vansöfn þess að það er alveg gífurlega mikið af fjölhöf og listafólki og allavega sem að myndi blómstra ef við fengju plattform til þess. Það hafa verið gerðið svona vísar af svona stærri menningarmiðstöðum núna á eins og ef við tölum fyrir austan eins og á Egilsstöðum sem er svona miðlægu staður, þar er sláturhúsið. Ég veit að það hefur hleypt miklu lífi í og skiptir máli, alveg eins og Hofgerð og Akureyri, gjör breytti sko, bara það hefur gífurlega áhrif á svæðið sko, langt út fyrir. En ef við myndum okkur á stórfyrirtæki og erlendir auðhringir þess vegna, komum upp einhverju svona grundvallar atvinnugrein og í kringum slíkt stórfyrirtæki sé einhvers konar
svona afleitt starfsemi og raunverulega styrkir og þessi stórfyrirtæki eins og þeir lofa oft styrki menningarstarfsemi og þannig. Þetta svona þessi sviðsmynd sem við erum svolítið búin að heyra svo opaslega mikið og erum því miður eiginlega ennþá svolítið að heyra rættum. Hvað sér þú, getur þú sagt okkur af hverju, sagði þinni reynslu, sko, af hverju virkar þetta ekki? Hvað það sem að klikkar? Af hverju virkar ekki að setja risastórt sjókvíaeldi á Seyðisfjörð? Getur Seyðisfjörður ekki blómstra bara líka? Ég meina, Seyðisfjörður vill fá að standa, nú kem ég ekki það, en ég þekki mikið af fólki þann og annað, þau vilja bara fá að standa fyrir það sem þau hafa verið og eru bara stolt af því og þau eru náttúrulega hafa verið að leggja rosalega mikla rækt við menninguna og ekkert bara það, heldur skulum átta okkur á því að þetta eina siglingarleiðin, eða sem sagt þetta er megin leiðin inn í landið af sjó. Þarna kemur Norræna, þarna kemur hvað mest og langmest af skemmtiferðaskipum á Austurlandi og það er náttúrulega skapað svo löng hefð fyrir þessum ferjusiglingum milli landa og Seyðisfjarðar og augljóslega vilja þau bara fá að halda þessum hreinleika sem að þau hafa og ferðinu sínum óbreyttum staðan fyrir að það sem fyrsta sem að tekur á móti ferðamönnunum sé sjókvíaeldi og sem að hefur á sig við getum sagt mjög misjafna mynd þannig að þetta er ekki það sem að Seyðfirðingar vilja að heilsi þeim ferðamennunum þegar þeir koma inn í fjörðin. Þetta er náttúrulega ímyndarlegt mörguleiti sem voru að tala um. Ímyndarlegt og auðvitað mjög tilfinningarlegt og þetta er umhverfislega bara mjög neikvætt líka. En er það ekki líka bara að tala um hagfræðilega beinlínis á svona litlum? Jú, eins og ég sagði áðan, það er mjög sérstakt hvað er sótt hart að þessu að fá að reisa meira og meira af sjókvíaeldi á sama tíma og sveitarstjórnarstigið kvarta sáran yfir því hvað fá lítinn arð af þessu. En ágengnin var bara svo mikil að koma þessu fyrir og þar að auki að semjum það að gefa þeim allar öll leyfin, nýtingarleyfin gerði það verkum að sveitarfélögin sátu eftir lítið með annað en að meiri segja að vera að gangast undir þessi fyrirtæki og redda þeim hinu og þessu. Staðan fyrir að þau var að fá eitthvað almennilegt budget inn í sveitarfélagi til þess að hjálpa því að reka sig og talað bara þetta er ein af auðlindum okkar, það er hafið og ég veit alveg hvernig það var eins og í Berufirði sem að Djúpivogur liggur nú við ég meina það er ekki eins og sé ekki lífríki í þessum fjörðum, þannig eru hrygningarstöðvar, fiskjar og annað og ég var mjög mikið áfram með það menn færu ekki áfram með þetta fyrir að væri búið að rannsaka áhrif á lífríki fjarðarins þar til dæmis. Og var það ekki gert? Nei, ekki Hafrannsóknastofnun hefur ekki fjármuni. Nei. Það er það sem að meðal annars Ríkisendurskoðun kom staði úttekt á Hafrannsóknastofnun að þeir höfðu ekki fjármuni í að stunda þar rannsóknir sem að er raunverulega lagði grundvallar þess að gefa út eða gefa leyfi og tilnefna svæði og þetta er alltaf mjög alvarlegt að því að ofan og allt saman fóru var hafur og gert að sækjum í samkeppnissjóð umhverfis og fiskeldisins til þess að stunda rannsóknir. Þetta er algjörlega fráleitt staðan fyrir að rukka fyrirtæki bara fyrir þær rannsóknir sem það þarf að gera og nei, þá bara gáum við þetta líka. Þetta er sem þetta ekki faglegt leyfi þá þetta er pólitískt leyfi? Já, bara nákvæmlega eins og það var mikil pólitík hvernig unni var að hafa strandveiðiskipulögin og er einlega bara algjört hneyksli hvernig það fór í gegn Það er bara of langt mál til að tala um en það er aðeins svona, já, það er svona og svo er það kvótakerfið. Þú ert væntanlega ekkert mjög ánægð með það eða hvað? Nei, og ég hef verið að hlusta á núna mjög miklar yfirlýsingar frá stórútgerðinni, Heyrún og Lind og fleirum varandi hávaðan út af að strandveiðiflotinn á að fá núna þessu 48 daga eins og það sé til þess fallið að heiða fiskstofnunum við Ísland
og það náttúrulega dapurlurinn alltaf hlusta á málflutningar að þeir segja að þetta sé verri afli sem bara hreint ekki satt en að segja að strandveiðisjómenn, ég hef sjálfur verið á handfærum ef mér fá að sækja aflan á þenn tíma sem að hendar þeim innan þessar 48 daga þá koma þeir með besta fisk sem að til ég meina hann að koma samdags í land versus það ég hef líka verið á togara, get alveg sagt hvernig sá fiskur lítur út oft á tíðum ef við taka stór hól þá kemur fiskurinn oft á tíðum mjög kramin upp en ef við taka smerri hól og þá eru fiskurinn betri en þannig að það er mjög fjálglega að fara með og það er ekkert brottkast af handfærunum en ég á vídeo frá mínum tíma þegar ég var á togara sem að ég held að ég muni aldrei sýna en ég er hættur að og menn segja þetta sé allt öðruvísi í dag sko en ég er ansið hættur að menn hendi en þá töluvert miklu aflanum í sjóin á grunni þess að menn vilja koma með verðmætasta hlutan af landi en það var oft látið fara aftur og aftur á slóðir sem að á fisk sem að menn myndi ekki ekki sko uppruna orðsins spilling í íslensku máli það ekki þegar það eitthvað fer til spillis það að segja svona afli það eitthvað sem fer til spillis þetta hent eða í fullnýtingu sauðfjár skrokksins eitthvað svoleiðis eða eitthvað þar heyrði það væri svona upprunalega notkunin en myndir þú segja að það þín reynsla svona án að þú ætlar kannski eitthvað að vera með einhverja játningar en það þín reynsla svona að það sé einhver svona spilling á Íslandi eitthvað sem bara svona erfitt að eiga við eins og í sveitarstjórnarmálunum Já, það er því með bara mjög mikil spilling og það er náttúrulega bara nálega en við erum svo fá að menn við getum sagt að armslengdar sjónarmið sem hefur aðeins verið til umræðu sko, það hefur verið mjög teygjanlegt sko svo vægt til orðað tekið. Við sjáum sömu aðilana allt í kringum pottana. Við sjáum þegar við erum að gera lagafrumvörp bara hverjir eru kallaði til þegar við erum að búa til lagafrumvörp. Það náttúrulega sýndi sig í búvörulögunum. Það sýndi sig þegar fiskeldislögin voru gerð. Ég meina þetta voru hagaðalarnir sem voru fengnir að borðinu til þess að stýra því hvernig væri best að gera þetta og þetta hefur, búvörulögin. Ég meina þetta er bara einhvern veginn gegn og gangandi að kalla til þá sem að koma úr greinunum. Ég er ekki að segja að þeir eru að fá að hafa skoðanir á því og gera athugasemdir og annað þegar þetta er lagt fram til dæmis svo samráðsgátt en þeir eru ekki að fá að taka þátt í að búa til lögin sjálf sko. Og eftirlit, eins og við vitum náttúrulega líka með stóriðuna þá er stóriðan með eftirliti við sjálfur sér að stórliti umhverfis. Já og því miður er það bara þannig almennt, ég meina það er í fiskeldunum líka þeim er treystur í þessu innra eftirliti og ég er ekkert að saka neitt en ef menn vilja sko byggja upp traust þá og ég vek athygli á því að það var mikil áhersla lög og það þyrfti að skera niður ríkisútgjöld og oftar en ekki var nefnt að það þyrfti að einfalda ferla og stytta og fækka opinberum starfsmönnum þrátt fyrir að fólki hefði fjölgað hér alveg fáheyrt sko og þrátt fyrir að opinberi geirinn hefur alls ekki risið upp fyrir sko, hann hefur bara haldið svona opinberi geirinn svona 30% af vinnumarkanum á móti hinnu en þegar þessi pólitík gengur út á það að skerða til dæmis eftirlit með kvarta mikið undan eftirliti þetta sé tafsamt og leiðilegt og hvað er menn að segja með þessu ég menna hvernig fór eins og fyrir vestan mistu fiskin út alveg hægri vinstri nú eftirlitsleysi var einn af grunnþáttunum og sama tíma tala menn um að skera þetta niður en ég vil færa eftirlitið þetta er bara sem lögregluna að ég vil færa eftirlitið
og þessar starfstöðar þangað sem að atvinnugrunin eins og með til fiskeldið. Þetta bara eins og í litla staðanum þar sem að ekki lögga, það miklu meira hægt að maður keyri fullir, sko. Já, þannig að hafa dreifingu líka á því Já. En hvernig líst þér, það var inn og að spyrja svona, við erum í Ég segi við ágætis reynsla af því fyrir austan, sko. Að keyra fullir? Já, það bara löggulegur, ég ætla ekki að fara út djúpt í það. Já, löggulegsinu. Nei, ég meina, tímandi breytast og fólki með. En sko, versmiðuljóðið, borhljóðið svona alveg að fara, gefst nú ekki upp, sko. Já, ég reyna að yfirst ég það alveg, sko. En ég vona hlustendur og áhorfendur venjist í líka, en sko, ég verði eiginlega samt að spyrja þig nýja ríkisstjórn svona, og þeirra áform þótt að sé kannski ekki alveg komið á daginn en hvað finnst þér svona varðandi þessi mál, skilurðu, þessi svona stóru byggðastefnu, hvernig raunverulega orku og auðlindamál Íslands, atvinnuuppbygging, byggðaþróunin? Akkurat. Það sem að sko, það nú alltaf þannig að maður vil nú gefa fólki sens, sko, og og sjá á spilin, sko, hverju þau ætla að spila út, sko, en það eitt sem að vekur athygli hjá mér, það það hvað var mikil áhersla lögð á það þyrfti að skapa nýja atvinnustefnu og skapa atvinnustefnu fyrir landi, það vantaði mjög svo. Þess vegna Býtu vantaði orðræðu atvinnustefnu eða var talað atvinnustefnu? Það var talað atvinnustefnu. Já. Ég meina mjög mikið. Talað að það er að skapa landinu atvinnustefnu. Já. En þá í kjölfarið sko tala menn samt fyrst að fara í 25% aukningu á orkuöflun á næstu 10 árum. Ég hefði nefnilega fyrst sko búið til atvinnustefnuna og hún myndi þá kannski leiða í ljós sko hvað við og hvort við þyrftum meiri orku. Af því að það nú eiginlega grunnurinn, sko. Staðan fyrir að með þetta pínlítið byrja á enda, menn ætla að fara bara strax í að setja, ég veit ekki hvað Jóhann Páll, maður vill þetta bara gefa honum séns en nú ætlar hann að leggja fram í janúar eitthvað planum stefnu í hvaða virkjanir eigi að ráðast en þetta nú ekki bara svona smella fingri, sko, það eru svona ákveðin vandamál sem ég hef séð í umræðunni og því miður hefur þess miskilningsgætnir og Alþingi að þeir meta sem svo að þeir kostir sem hafa verið settir í nýtingu að það eigi bara að nýta þá og það sé ekki bara annað en formsatrið en að byrja þeim en vel að merkja að þetta eru kostir sem að verkefnisstjórn leggur til að megi skoða til nýtingar enda eiga þeir allir eftir að fara í umhverfismat og þegar það er búið þá geta menn bara sagt ok, lagó, það má virka þetta eða þetta reyndist bara ekki fara í gegnum umhverfismat og við getum séð svona Hvammsvirkjun dæmið er svona gott dæmi þar sem að sko, ok, menn sagði að vera nýtingaráætlun og hafa notfært sér það og sagt sko, nú þetta er rammin afgreidda og þetta er í nýtingaráætlun en hver er staðreyndin og sagan á bakvið þetta? Þetta var í biðflokki að afgreitt á sínu tíma frá rammaáætlun. Það var maður á nafni Sigurður Ingi Jóhannsson sem tók ákvörðun þetta árið 2015 að setja þetta verkefni einhliða í nýtingaráætlun. Og það getum við svo örgulega alltaf mikið deilt að hafa verið tekin faglega ákvörðun á því stigi. Þannig að við bara að rétt sér rétt haft eftir í þessu. En svo aftur þetta með sko, við lifum bara núna í og það er það sem að mér finnst sko talandi landsbyggðina líka maður verður fyrir þetta allir vonbrigðum sko að því að eftir að Kárahnjúkavirkjun var byggð bara í nefni fyrir austan og við sem að vorum ekki hallir undir þá virkjun þá sögðu þeir sem að hvað hæst þar sko nú getið þið bara þagnað hérðan í frá vegna þess að það þarf ekki að virkja nokkurn einasta dropa hér framar á Austurlandi. Nú erum við búin að virkja bara fyrir framtíðina, hingað ekki lengra og með gleyma því dálítið þegar með Kárahnjúkavirkjun að þeir stór hluta þjóðinni held ég bara haldið að Hálslón sé að
kynda Fljótsdalsstöð eða sé að framlega raforkunni Fljótsdalsstöð. Því aldeilis ekki þannig farið, en þess að hinum með við Snæfellið svokölluð hraunaveita og hún fóðrar Fljótsdalsstöð á 25% orku og allur þessi streymt niður og þetta átti að vera bónusinn fyrir Austurland á sínu tíma, en þessu bara öllu streymt niður álverið og svo koma menn og það líða sem bara sandkotin sögunni, svo líða 15 ár, innan við 15 ár, þá kemur bara hrína af nýjum áformum, hugsið ykkur, 15 ár og þessi sömu menn sem að töluðu fyrir að nú væri bara við fullmettir, bara fyrir alla framtíð út af þessar stóru virkjun og það bara gerð ný árás á landið. Það eru vatnsaflsvirkjanir, það eru vindorku áform sem að jaðra bara við brjálæði og einhvern veginn finnst mér bara, við erum bara ennþá í einhverjum 50 ára gömlum verksmiðjulausnum, það verður að heita fyrst og síðast orkufrekur iðnaður. Það er bara eitthvað mjög skrítið að og við erum ekki að fara vel með þessa auðlindir okkar og orkuauðlindirnar okkar, en þegar að menn dettur og það er allt og ríkt innan sveitarstjórnarsviðsins, þannig var rekins sérstakur félagskapur þar sem heitir orkusveitarfélög að staðan verið að vera hlúa að öllu hinu sem ég var til dæmis að tala áðan, menningunni og öllu þessu og sjá hver tækifæri niður. Byrja á atvinnustefninu sem segir. Byrja á hvað viljum við gera og hvað orku fyrir við þá. Fólkið. Og þess vegna var þetta þannig að bara sem dæmi á Húsavík þegar að Kólaverið sem við kallum var byggt þar. Það var unga fólki spurt á svæðinu, ég held að það hafi verið háskólan Akureyri sem gerði, ég vona að ég fari ekki vils með, ég byrst að bara afsökunar, en ég held að það hafi verið þeir sem að gerðu könnur meðan ung fólks og hvort af þetta væri svo vinnustæður sem að þau sæi framtíð sín í. Niðurstaðan var svoleiðis að það átti ekki að birta hana og það var bara ástæði fyrir því það sögðu bara þvert nei en ef að svona framsýnir sveitarstjórnarmenn vilja ekki hlusta á unga fólkið en tala jafnframt alltaf það verða að gera eitthvað til að fá fólki tilbaka en koma svo alltaf með lausnirnar sem eru fólknar í fyrst og síðast, það verður að vera orkufrek starfsemi og ég vilja þýðir orkufrek starfsemi einhvers konar verksmiðjulausnir og það komið bara nóg af þeim og miklu meiri nóg af þeim að því að við eigum svo mikið að skapandi og flottu fólki sem að getur gert alveg böns af öðru og þetta önnur líka eins og þú segir eins og þið voru að byggja upp í Djúpavogshreppi, það eru lítil og svona smerri og meðalstór fyrirtæki sem að út af ruðningsáhrifum náttúrulega eiginlega sópast út af kortinu oft á tíðum þegar það er bara öll áherslan á, má ekki segja það Já, og þetta verður svo viðkvæmt því miður umræðan í samfélögunum þegar fyrirtæki verða á stór ég meina það, hver talar einhverja gagnrýnisröddum Samherja á Akureyri eða Dalvík ég meina í svo stórum bæjum ég var nú að tala við áðan fréttarittar okkar frá Færeyjum og hann var að lýsa þessu bara ákveðinu uppgjöf gagnvart því að það er eiginlega bara allt komið þú veist það er svona Samherja væðinga einhvern veginn í Færeyjum búin að vera og er eiginlega það mikil í litlu samfélagi að það er bara erfitt að vinda ofan að því Já, en ég vil alltaf taka það fram að ég hef skilning á stöðu þess fólks sem að býra á þessum stöðum og það þarf að veljum það að það er kannski búið að hyrða allan kvótan frá þeim og það þarf að veljum það að það er að horfa í það að það fellur húsnæðisverð og það fellur húsnæðisverðið og fólk náttúrulega verður bara bundið átt af fjötrum hafið það kannski hugsir að flytja eða eitthvað þá vil allavega að svona verðgildi egnar sinna haldist og fólki fjölgi og annað og þá hefur það kannski bara eitt kost úr að velja annarkvort bara þykja þetta eða bara og verða bara meðvirkur eða þá að ég bara fer og ég skil eftir mig eitthvað bara
En sumir hafa notað tækifærið þegar að byggðir hafa vaxið svona, hvort sem það eru fiskeldi eða eitthvað annað, þeir hafa notað tækifærið og flutt og aðri komið í staðinn og það er náttúrulega alveg og þá með fullir virðingu fyrir sko erlendu vinnuefli, en þá hefur það orðið meira og minna mjög mikið upp í staðinn í mörgum þessara fyrirtækja. Það er ekkit alfarið en það hefur þurft á að halda að fá innflutt vinnuafl. Þannig að þetta það að fá alltaf fólki tilbaka, unga fólkið, það er bara að sáralitlu leyti að gera sig, en það er það ekki spurt. Raunverulega það þurfa að fara fram miklu svona ítarlegri og betri greiningar á því hvað og þá verður til byggðastefna kannski og atvinnustefna. Við verðum átt okkur á því núna, Andri Skúlason, sem aldrei fyrr þá erum við í stjórnarandstöðu, eða við verðum að veita stjórninni aðhald af því að fyrst að svona vinstri flokkarnir komast ekki inn á þing þannig að við eiginlega getum út frá þessu kannski verið dálítið vakandi gagnvart því að ríkisstjórnin og þingið sé með landsbyggðinni í huga, ekki bara sem eitthvað forðabúr eða þetta ákveðin nýlenduhyggja má segja, gagnvart landsbyggðinni hefur verið bara algjörlega sko. Og þannig að það verði einhver, eins og segir, byggðastefna, atvinnustefna og það haldist í hendur við orkustefnuna að sé ekki bara fyrst vaðið út í að fyrst skulum við virkja allt á, með hræðslu áróður að verði orkuskortur og síðan getum við séð til. Nú erum við búin að sjá til, það eru svolítið mörg ára liðin og við getum alveg tekið stöðuna, þannig að við getum aðeins rætt. En ég held að við gefist svolítið upp á umræðinu núna út af þessu bori. Mér þykir rosalega leitt að því að er ekki hættur núna sko. Jú, hann er hættur en ég vildi bara koma betur á framfæri þessari stöðu sem er að skapast í orkumálunum af því að ásóknin er búin að vera gríðaleg og í bara íslenskar auðlindir og sérstaklega orkuauðlindinar og við maður gerir fátt annað en að lesa skýrslur þessa dagana ný áform og núna var að detta inn bara fyrir skömmu síðan áform sem að norska vindorkufyrirtæki Sefir var að setja upp á svokallari Hælsheiði og það vindorkuver nær að stærstur hluta inn á þjóðlendur. Þetta er 150 megavött að lágmarki, 200 upp í 250 metra háar vindmyllur og menn eru bara á einhverju rosalegri vegferð sem að ég segi bara að stjórnvöld þau verða bara að gjöra svo vel og kontróla þessa umræðu en þess að þetta er við erum komin núna með 41 verkefni sem búið að setja á laginnar og við skulum átta okkur á því að þetta eina fyrirtæki sem heitir Sefir þeir eru sem sagt, þetta er fyrirtæki sem eru í opinberri eigu sveitarfélaga og annara í Noregi og einkaaðilar eitthvað farnir að koma inn í það. En í einu stóra landi Noregi sem er 3 sinnum stærra heldur en Ísland. Þar eru þeir með 13 vindorkuverkefni. Á Íslandi eru þeir búin að setja 12. Og hugsið ykkur, Noregur er 3 sinnum stærra og þetta land sem að menn virðast vilja alltaf miða sig við eins og eitthvað fyrirmyndaríki sem að Noregur er. Þeir hafa ekki meiri trú á vindorkun en svo að þeir vilja helst koma henni úr landi. Það sýnir sig bara með þessu. Þá Íslendingar séu aftur það eins og nýlenda í mitt. Við auðvitað er það bara þannig. Við erum bara, það er allt til sölu. Náttúra Íslands er núna einfallega bara á söluborði og þetta sama Sefir fyrirtæki er með 14 vindorkuverkefni í Svíþjóð. Og það er nú bara stærsta að flatamáli Norður-Evrópuþjóðin. Ísland minnst, svo kemur Noregur, svo Finnland og svo Svíþjóð, stærst. En þeir eru með næstu jafnmörg áform hér og búin að setja þau á fullt, setja þau í ferli og þetta gerir ekkert annan verkum og af hverju koma þeir hingað og þetta er alveg eins og með gagnaveri sem vilja koma hingað og allt sem er yfirleitt stórt, gróft, iðnaður
það af því að reglugerðin og umgjörðin og annað algjörlega banalt út í skurði hjá okkur og fyrir utan það að sem að hefur svo skýrst nánar og við erum fann að sjá að því að við búum við það að raforkukerfið okkar er að umbreytast bara allt eftir að þessi nýju markaðir kom inn, markaðstorkin. Það engin tilviljun að frá því í apríl hefur raforkuverð hækkað í alltaf 38% upp 40%. Og engin vill kannast við neitt. En það náttúrulega búið að búa til fullt af milliliðum. Og ég bara hefur verið gríðarlega hugsað yfir því hvernig einhvern veginn hefur tekist að fá þjóðina til þess að komast að þeirri niðurstöðu að það sé besta lausnin að búa til hreint spilavíti úr þessari auðlind sem við eigum. Og hverjir munum borga þetta á endan? Auðvitað almenningur og hann þegar farin að finna fyrir því. Og menn alvörun að tala eins og raforkulögin sem að fóru ekki gegnum þingið að okkur á að líða bara eins og við með þakka fyrir að fá affent rafmagn. En það það sem ég að segja, sko, ég held að við séum svolítið á Íslandi átt okkur á, að þess umhverfismálin, hlýnujarðarloftslagsmálin, þetta ekki bara spurningum, segjum sem svo að menn séu dálítið í afnetuninni, sko, hvert bara náttúrunni og finnst það vera, sko, einkamál náttúruvernda sinna og svoleið umhverfisina. En þá eru, sko, tengslin við raunverulega bara samfélagslega uppbyggingu og almenning, sem sagt bara afkoma almennings og fjárhagslegt raunverulega samhengi þessar hluta svo gríðarlegt og mér einhvern veginn tapast alltaf. Þú veist, af hverju ekki kosið umhverfismál? Því það búið að setja umhverfismál sem einhvern sér flokk í staðin fyrir að það séu raunverulega algjörlega samtengd allri einmitt atvinnustefnu, byggðastefnu. Já, og kemur þá að því sem að ég þetta náttúrulega ótrúlegt, sko, hvernig við getum sagt þessu samtök iðnaðarins hafa hagað sér í þessari umræðu með eiginlega bara, sko, ég veit ekki hvað að kalla þetta er ótrúlega hortu heit til dæmis, hvernig bara orðraða þeirra hefur verið gegn okkur hjá Landvernd eins og Sigurður Hannesson hefur vogað sér að segja bara í beinni að við séum á móti framtíðinni hjá Landvernd, við séum á móti framtíðinni. Ég vil bara benda á að það sem að við vinnum bókstaflega við það að menn fari vel með auðlindirnar, að við horfum til lengri tíma til einmitt framtíðarinnar með hagkomandi kynslóða og afkomandi okkar að leiðarljósi meðan að aftur á móti þessir menn vilja bara virkja allt í druslur eins og bara við sjáum með þessari herferð á vindorku og annað og umgangast náttúru og auðlindir okkar eins og þetta sé einhver ótæmandi brunnur og þessi nýja staða sem við erum komin í og verður erfitt fyrir Landsvirkjun að vinna með sem okkar opinbera stærsta mjólkurkú, það þessi árás og vindorkunar inn á landið og svo spyrja mann ekkert spurninga, menn fá bara að setja hvaða áfram sem og ef að hengja þetta rusl á okkar örugga lokaða kerfi sem allt öðruvísi byggt upp heldur en í Evrópu, þá mun það hafa alveg gríðarlega miklar og neikvæðar afleiðingar fyrir til dæmis landsbyggðina, talandi um byggðamál og ég sé hvergi móta fyrir áhyggjum sveitarstjórnarmanna, þeir eru meira að hugsa hvernig þeir geta fengið fasteignagjöld af þessum mannvirkjum. Minni áhyggjur hvaða vandamál þau eru að skapa varðandi bara raforkuverðshækkanir eins og hafa gengið yfir í Noregi, Suður Noregi og bara Evrópu og ef að landsbyggðin á ekki að hafa áhyggjur af þessu vegna þess að raforkuverð nú þegar í dag. Ég þekki það sjálfur, ég á mér svo húsnæði út á landi, ég veit alveg rafmagnsreikningunni hvað myndir Reykjavík að segja að þeir væri að borga bara svona litlu meðalstóru húsnæði, eða svona, við getum sagt 100 fermetra húsnæði, þeir væri að borga 40.000 á mánuði í raforkureikning. Ég hættur myndi bregða við og það fyrir bara stöðutækkandi og þetta ekki bara raforkuverðið sjálft, heldur það flutningurinn og dreifingin sem að mun stórhækka líka vegna þess að vindorkan mun kalla á að því hún svo flöktandi, hún mun kalla á stórkostlega kostnað halvu Landsnets að mæta þessu óstöðuga afli og fólk að líka spyrja sig, sko raforkuverðið sjálft ekki nema 3% af raforkureikningnum
og svo kemur hitt inn á og þeir eru búið að hengja þetta utan á kerfið okkar, fyrir utan það þurfum við að þessa jafnvægisorku sem 40% jafnvel, til þess að þetta geti gengið, þá geta þær ekki eins og svaraði. Landsvirkjun ekki fara að afhenda þeim þetta eigaði bara ekkert orku í það. Þannig að fólk spyr ekkert að næstu spurningu sem að sko, þetta getur ekkert annað en því það. Það er annarkvæmt sæstrengur eða að berga þessu til lengri tíma eða þá að gefa þessum erlendu aðilum bara súrandi leyfi á það að fá að virkja vatnsöfl hingað og þangað til þess að geta afhent þessa orku, menn þau geta ekki per se samið sig inn á raforkumarkaðin eins og í dag vegna þess að raforkulögin segja að grundvallar skilyrði fyrir afhendingu á raforku, eða að fá að selja raforku afhendingaröryggi, stöðugt og þú sendir ekki stóra vinnustað heim í viku að því að það er logn. Það er bara þannig. Og þessi vonda umræðu það að vindorka sér svo bæði, menn kalla hana græna, menn kalla þetta mjög hagkvæmt, þá verður að taka það með í reikningin að það er engin orkukostur sem að hefur fengið jafn mikla ívilnun og það hefur gerst niður alla Evrópu í hræðslu áróðri við auðvitað, loftslagsbreytingarnar og annað. En við hér á Íslandi sem að búum bæði af gríðarlega miklu vatnsafli og jarðvarma að auki eigum við að vera að bera okkur saman við þjóðir sem að hafa hvorki vatnsafl eða jarðhita og búa við bara orkukrísu og það er búið að heimfæra vindorkuna að því að þeir þurfa á að halda á ákveðnum svæðum suður eftir Evrópu. Það er búið að heimfæra þennan vanda yfir á Ísland og láta líta út eins og við séum bara að blóðrenna á orkuskorti. Hver á að gæta hagsmuna almennings og hver á að koma með þessa heildamynd og eiginlega svona setja upp sviðsmyndirnar og svona framtíðar hver á? Áformin, já. Já, ég meina, sko... Er það því þú ert í sveitastjórnarmálunum, ekki sveitastjórnar að beita sig fyrir því að fá þessar upplýsingar, Jú, en það er bara þessi gamli, einhvern veginn, þessi, ég veit ekki hvað að segja, þessi gróf iðnaðar stefna sem er allt gangandi. Ef þeir bara, sko, þeir halda orkan sé bara grundvöllur alls og bara nógu mikil orka og þá vil ég líka nefna það að varandi hana nýja orkumarka að nú eru sko almenningur hann er honum er gert í gegnum smásöluna Landsvirkjun selur til heildsala og heildsalan eða smásalan verslar svo við heildsöluna og selur svo áfram út til almennings. Inn á þennan markað eru gagnaverin komin líka. Og ef að menn trúa því alvörunni og það vitallir að gagnaverin eru best borgandi fyrirtækin og ef á að gera almenningi það að fara að keppa og þá náttúrulega ræður sko takt eftir þá ræður hæstbjóðandi verðinu að því orkufyrirtækjunum er frjálst að selja til þess þetta spilavíti búið til sem ég kalla kauphöllin. Það er það sem að hæstbjóðandi fær að ráða ferðinni. Lítið grænmetisbóndin má sín lítils í þessu... Já, akkurat talandi það og við höfum einmitt verið að eiga samtal við grænmetisbændur sem eru náttúrulega bara gríðarlega áhyggjufullir að ef á að fara sko hækka verulega til þeirra raforkuna þá þýðir það ekkert annað en að það er verið að keyra það út af markanum og ef að það er nýja atvinnustefnan þá býð ég ekki mikið í það fyrir Ísland sem er að vera að stæra sig að matvælaöryggi og annað. Ef að slíga þennan þátt og við ætlum að fara að flytja inn grænmeti með skipum langt sunnan og hafi hversu mikið loftslagsmál er það. Þetta getur ekki verið vitlausar og ég var einmitt að fara yfir það með forstjóra samtaka garðyrkjubænda í gær síðast að talandi að skapa atvinnu, skapa verðmæti þá er eins og að það virki ekki alls staðar eins, menn tala mikið það þegar álver eru annars staðar, þetta skapar alveg gríðarlega margir að vinna en bara í einu af þessum stærri garðyrkjufyrirtækjum á Íslandi sem starfa allt árið er hátt í 60 manns
með vinnu allt árið. Ok, svo getum við bara lagt saman við og þetta hérna, þessi stærstu gróðurhúsa grænmetisfyrirtæki þau að taka svona í mesta falli 2 megawatt. Ok, svo eigum við þá að fara frekar í gagnaverin. Nú er ég ekki að segja nei, ég veit að gervigreindirinn að taka við og gagnaverin, menn vilja örugglega vilja fókusera mjög mikið á þau. Eitthvað þurfum við að taka sjálft af því. En þar getur verið kannski svona 5 manns í vinnu og þeir var að taka 100 plus í megawatt, sko. Og fyrir utan það ég engin þjóðveldispopulismi, en við skulum átta okkur á því að langstærstur hluti þessar fyrirtæki sem að flæða inn á markaðin hjá okkur eru erlend fyrirtæki og við vitum alveg hvert peningarnir fara, hvert arðurinn fer. Ég meina, hvenær byrjaði Alcoa Fjarðaál að borga tekjuskatt? Já. En Andri Skúlason, hvenær hefur, ég skil ekki að þú þurfur að afsaka það og ég hef þurft að afsaka það líka að maður sé ekki þjóðveldispopulisti. Sko, þetta snýst alltaf ekki þjóðerndisleg. Sko, þetta er alltaf bara spurningum alþjóðlega auðríki gagnvart almenningi og íslenskum almenningi og almenningi annarra landa og það náttúrulega hefur bara sitt. Ég er bara svo sammálaður og það er akkurat þetta sem að maður fær í andliti já, þú vilt ekki eiga neitt svona alþjóðlegt samstarf eða annað. Getur að vera fyrsti kostunni hjá okkur að við séum svo mjúk í hnjánum að það sé best fyrir okkur að henda verðmætunum okkar fyrir úlfahjörðina bara. Ég meina staðan fyrir að halda utanum hann sjálf og ég vil bara hnykkja á því að ég meina þeir sem að halda það að þetta sé einhver góðgerðarsamtök sem að koma hingað það er ástæða fyrir að þeir eru að reisa þessar vindorkuver, þeir fá svo brjálæðislegar ívilnanir til að byrja með og á því ganga þeir. En svo og það er í formi, ég meina ívilnanir og undanþágar eins og undanþágar frá öllu eftirliti og öðru, og ég minnast á það í Noregi bara, þar borgar og þetta er ekki tekið með í myndina það er bara sagt að vindorka sé svona hagkvæm, en af hverju? Þetta eru samskipti við útlönd, þetta eru samskipti við auðringi sem við erum að bjóða sjálfum okkur upp á svona að vera nýlendu svona auðmyggjaskap nýlendu undirgefninni alltaf, við erum fast í því í Noregi til dæmis þegar voru að greiða götu vindorkunar, það borgaði hún að minnstakosti í opinbergjöld 3 sinnum minna heldur en vatnsorkan bara það og svo fyrir utan það voru sveitarfélög og annað hjálpaðum við að gera allavega til að koma þessu fyrir. En Andri Skúlason, mér er svo rosalega gaman að tala við þú er náttúrulega hókina reynslu bara á mörgum sviðum, við getum bara farið, það eru nokkur svið hérna sem við getum, en þessi borhljóð, ég vona þessi ekki að þreita hlustendur og orðvendur eins og okkur ég kallaði góðan að bara þú berst í gegnum þessi borhljóð, það er verið að það er versmiðju borhljóð sem er svona eins og soundtrack sem að við þurfum að berjast gegn svona borhljóðum, en ég held að ef þú vildir halda umræðin áfram við rauðaborðið síðar og að ég megi þakka þér fyrir bara endilega að fara yfir mikilvægi atvinnustefnu, byggðastefnu í svona heildar sín á orku- og auðlindamálin og bara allt. Já, og þá ég vilja kannski koma inn á þessum við töluðum ekki sem ég fyrir skipta greiðlega miklu máli er öll þessi áform sem verið að kasta núna í andlitið og fólki út all land að það er þessi samfélagslega sátt sem verið að tala að eigi að byggja upp í kringum sérstaklega vindorkuna því hún er bara stærsta áskorun nú stundir og þegar maður svo að fá hringigattan allstaðar frá þessum svæðum þá líður manni ekki eins og að það sé til staðar nokkur samfélagslega sátt. Samt halda menn áfram alveg og fólk er mjög víða að því ég get bara staðfest það orðið bara bugað í sveitum að vera slást við þetta að því líður bókstaflega þegar koma greifarnir með kynningafundina og sveitarstjórnar fulltrúarnir sitja út í horni og eru bara eins og hverjir aðrir áhorfendur þó að þeir ákveða að breyta skipulagi til þess að koma þessu fyrir þá líður bara fólki eins og þetta sé orðin veruleiki og það sé bara allt í einu búið að fá einhverja 200-250 metra
skrýmsli bara við hliðin á jörðinni sinni. Og hvað á líka að gera? Það ekki með fjölmiðlana með sér í liði og það þarf að fá þá rándýra lögfræðinga. Heldur betur. Ég meina hvað á gamla konun að gera upp í dal sem að reyna að verja sig og hendur sínar og þegar að fjölmiðlar hérna eins og ríkisfjölmiðlar tala að það þurfa að gæta hlutleysis í umræðunni og eru svo bara að tala við einhverja stórgrósara með merða lögfræðingum á bakvið sig sem að það ekkert verið að gefa jafnt og ég hef kynningarefni þessara stórfyrirtækja verða nú bara oft verða nú oft bara fréttaefni beint, það ekkert mann líður eins og sé allar mikið unnið úr því en við ætlum nú að hætta út af borinu svo það er bara svo erfitt að hætta þessar umræðu þegar maður er komin svona einhvern maður glittir í eitthvað ákveðið heildarsamhengi en þetta verður eiginlega síðasta spjalli núna við Rauðaborðið í kvöld og bara mér þykir mjög leitt að hafa boðið ykkur kæru hlustendur og áhorfendur upp á þessi leiðilegu borhljóð sem við vissum ekki af í stúdíóinu en tæknimaðurinn okkar Pétur Fjellsteð hann nú snillingur og búinn að reyna sitt besta til þess að svona filtra þessi hljóð út. Ég þakka honum kærlega fyrir kvöldið og samvinnuna og fyrir því að koma þessari útsendingu út til ykkar. Ég þakka þér Andri Skúlason. Já, ég var reyna að fara að hækka röddina til þess að yfirvinna borin. og ég þakka ykkur fyrir að fylgja okkur eftir í kvöld. Þetta búið að vera umræða út víðan völl. Nýlenduhyggjan hefur nú verið svona svolítið kannski óvart rauður þráður hérna í umræðunni. Ég vil nú minna á að svona lítill fjölmiðill ekki bara svona á ekki vök að verjast bara gagnvart svona borhljóðum heldur líka bara gagnvart ýmsu öðru þannig að við þiggjum stuðning. Það inn á síðunni samstöðin.is svona lítill nappur sem stendur á áskrift þannig að það þarf enginn að vera í áskrifandi, þetta opið efni fyrir alla en við þykjum stuðningin svona til þess að halda lífi í þessari fjölmiðlun sem á að vera svona valkostur við aðra fjölmiðlun og á að vera einhvers konar aðhaldsafl eða við reynum það með ykkur í liði. Við erum öll saman í því að veita aðhald og búa til meiri fjölbreytileika í samræðuna og virkja fleiri raddir til samræðuna. Það koma mjög margar raddir hérna við þetta rauða borð og það er mjög ánægilegt að heyra fleiri raddir tjá sig opinskátt bara málin eins og þau eru. Ég vil líka minna á að við erum í útvarpinu 89,1, það hægt að hlusta á í bílnum og svo sjónvarp Símans hefur leyft okkur að vera á hnappinúmer eða stöðnúmer 5 þannig að það hægt að hlusta líka annars til dæmis á YouTube hægt að bara googla samstöðin og svo inn á webinum okkar eru bæði klippur og heilu þættirnir en ég þakka fyrir kærlega í kvöld segjum þetta gott, ég heiti Oddný Eir og sjáumst aftur á morgun. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.